Reykjavík saga og Vígaskútu 14. hluti. Maður hét Narfi, hann var frændi þeirra Vémundar og bjó í Laxárdal. Sá sagt að maður hét Hallsteinn og var Þengilsson, hann bjó á þeim bæ að Höfðaheitir. Hann átti dóttur Þóra nefnd, hennar bað Helgi, sonur Þorbjarnar úr Árskógi, og var honum föstnuð og ákveðin brúðkaupsstefna, og skal Hallsteinn inni hafa boðið. Sá sagt að Vémundur kom að mál við Narfa frænda sinn og taldi fyrir honum að honum væri það til að kvænast og kveðst hann vera mundu fulltingismaður að, ef hann vil, og nefnir til Þóru dóttur Hallsteins í Höfða. Narfi hvað það vera óvænt stofnað því að hann áður, segir hann, föstnuð Helga úr Árskógi, en líkar mér, segir hann, kánfangit, ef þú mátt ná til handa mér þessi konunni. Og haustið fara þeir Vémundur 10 saman út í Höfðahverfi á þann bæ heitir að Bárðartjörn, þar bjó sú kona Ísgerður hét, þeir taka þar gisting, hún var mikil fyrir sér og fjölkunnig mjög, og svá sagt að hún var vinkona Vémundar. Hún lagði þau ráð til að þeir færi til Nausta og byði þar ef nökkur af veiði bæri í hendur þeim morguninn, og hvað þá koma mundu brúðmennina mun segir hún, vera í umsjó yðvart mál. Og nú fara þeir Vémundur sem fyrir þá var lagt, Steinfinnur hét maður, hann var hróður maður og fjölkunnigur nökkull. Honum Steinfinni var boðið til boðsins til skemmtunar mönnum, sá sagt að brúðurinn sat í dyngju sinni daginn og margt kvenna hjá henni, og þá búið var til að þær komi inn konunnar, þá sendi Hallsteinn húskarl sinn eftir þeim að þær færi inn úr dyngjunni. Húskarlinn tók í hönd henni og leiddi hana eftir sér, og þau komu út þá gerði á myrkur svo mikill að þau máttu ekki sjá frá sér, og þá var húskarlinn sleginn mikill högg meðal herðana og höfuðið, en bylur mikil kom að henni svo að hún fauk í einu allt ofan til naustana. Þá kom kall mikill í naustirnar og var rætt að þeir skildi hafa hendur á henni Þóru ef þeim væri svá mikill að varðveita kostinnar sem þeir höfðu látið. Þeir Vémundur hlaupa nú úr nausturum og fara á bak. Vémundur setur Þóru á kné sér og riðu þeir nú á brott með brúðina og fara þar til þeir koma í Fnjóskadal og mjög svá til Þverár. Þar bjósa maður Gunnsteinn hét, en þá dvaldist ferð þeirra og var það af fjölkingi Steinfinns sem enn mun sagt verða síðar. Þeim Hallsteini þótti í óvænt efni komið vera, þá húskarlinn sagði þeim sögu sína að hann var lostinn mikill högg, en brúðurinn á brott tekinn, og þá segir hann gera svo mikill myrkr að aldrei vissi hann hvert hún hvarf. En þeir Hallstein þóttust það vita að af fjölkingi myndi þeir hafa myrkrið, og af ráðum Vémundar ætluðu þeir þetta myndi verið hafa, og ræddu margt þetta sín á milli. Svá frá Steinfinni að segja að hann satt upp og horfir í jörðina fyrir sig fram og mælti við engan mann. Þá spyrja þeir ef hann þættist nökkull til vita hvað af Þóru var orðið, en hann kveðst það gerla mega vita og sagðist þó eigi munu segja þeim nema þeir gefi honum til 3 merk silfurs. Þeir sögðu að það þótti þeim lítið til að vinna ef nökkull mætti þá þessi svívirðing af þvást þeirra máli. En Helgi segir það fé vel komið honum var gefið. Steinfinn sagði mörgum mein að heimskunni og kallar það óvitrlegt þeir þóttust ekki til vita hvað af brúðinni var orðið. Og nú segir Steinfinn að Ísgerður hafi þar komið frá Bárðartjörn og rekið fótaskinn sitt höfuð honum húskarlinum, og af því var myrkill og svá vindurinn, sá henni feigði ofan til naustana. Hann segir að þeir Vémundur höfðu þar verið í naustinni og tóku þeir við Þóru og reiddu brott. Og nú hvað hann heldur mundu seinka ferðinni þeirra Vémundar. Helgi fór nú við 20. mann, en þeir váru allir eftir, Hallsteinn bóndi og Steingrímur og Þorbjörn úr Árskógi faðir Helga. Nú fara þeir Helgi og finna þá Vémund við Þverá og sló þegar í bardaga þar í brekkunni við þá Vémund og hans förunautar. Þar fellu 3 menn af liði Vémundar, en 2 af Helga. Húskarl Gunnsteins frá Þverá var þar skammt brott frá,
þeir börðust. Hann hljóp heim og sagði Guðmundssyni til, en hann fór þegar að skilja þá og sagði að hann myndi Vémundi veita, ef Helgi vildi eigi frá hverfa með festarkonu sína. Og nú skiljast þeir, fór Helgi heim með konuna og gerði brúðlaup til hennar. Vémundur fór til Ásgeils og sagði honum til svá búins og varð Ásgeil illa við og þótti hann mjög krengst hafa til þessa máls og hvað hann jafnan láta skamt í milli óspekðana. Og nú sendir Ásgeil enn orð Eyjólfi Valgerðarsyni að hann komi til móts við hann og fyndist að hálsi, og nú tala þeir málin og varð sú gerð þeirra að jafna saman vígunum, en víg Narfa skal koma fyrir heimsóknina og brotttöku konunnar með, en hinir mennirnir 4 skulu vera jafnir þar fellu. 15. hluti. Svá sagt að Helga Granadóttir hljóp nú frá búi Háls bónda síns og heim til föður síns og hitti ekki Ásgeil. Háls fer nú að fund Ásgeils og biður hann eiga hlut að við Helgu að hún færi heim aftur til bús síns. En Ásgeil sagðist mundu engan hlut að eiga með þeim svo ferlega sem þau létu jafnan, og hvað þau ekki vilja að því hafa þeim var ráðlagt. Vémundur fer nú einhvern dag á Jarlsstaði til fundar við Örnólf rellu og hvalar gripi af honum, og Svá beitist hann að taka mál af honum á hönd Steingrimi halva mörk silfurs, þá eftir hafði verið öxna verðsins þeirra hann hafði selt Steingrimi. En Örnólfur segist eigi munu selja honum málið nema Ásgeil vilji það. Þá beitist Vémundur að Örnólfur færi á fund Ásgeils með honum og vildi hann gjarna við taka málinu. Og nú fara þeir á hans fund og bera upp fyrir honum. Ásgeil kveðst eigi vilja að Vémundur tæki við málinu af Örnólfi og bauð Ásgeil nú að taka við málinu af Örnólfi á hönd Steingrimi og kvaðst vildu að þeir Vémundur og Steingrimur ættist ekki illt við, ef svo mætti vera. Örnólfur bað Ásgeil með fara sem hann vildi, og nú lét Ásgeil hann hafa 2 merkur silfurs og skiljast nú við svo búið. Það sagt að Vémundur kom að máli við konu sína einhver dag og segir að hann myndi fara á brott erinda sinna og hvaðst eigi heim myndi koma í bráð, sagðist hann myndi fara til Vöðlaþings með áskalli. Hann fer nú heiman og þar til hann kemur í kaupang til manns Þórður hét, hann bjó að Vöðlum og var góður bóndi, en nú nefndist Vémundur Björn og hvaðst vera reikunarmaður og sagðist þar vildu bíða þings og beitti hann bónda viðtöku þessa stund. Þórður bóndi bað hann kaupa sér mat með sverðinu, því hann hafði í hendi sinni. Hattarmaður vil eigi vera vopnlaus og vil heldur vinna til matar sér torfverk. Bóndi þóttist þurfa að láta gera garð tún sitt fyrir þingmönnum, að eigi beitti þeir upp völlin. Tók Björn nú við verkfærum, en bóndi átti heimanferð fyrir höndum og vísar hann nú gestinum á verkið og sagði honum hvað hann skildi vinna. Og nú felldi Björn gaflað í búðartóft Steingrims og síðan rak hann þangað naut í búðartóftina og gerði þar sem hann mátti óhreinlegast. Nú koma þangað húskarlar Steingrims og skildi tjalda búðina, en þeir höfðu engi verkfæri haft með sér. Nú þótti þeim eigi vel í hendur sér búið að tóftin var full af torfi og grjóti. Björn bauð að ljá þeim verkfærin, en hann fór með, en þeir vildu það gjarna. Nú segir hann þeim að þar var rétt að grafa torfið á vellinum til búðarinnar, en þeir tóku það ráð og þykir það starf minna en sækja til lengra og gera nú sá, þar til upp var gerð tóftin. Nú kom bóndi heim og taldi mjög á hönd Birni þetta hafði af hans völdum verið og sagði það gert mikill jarðarspell og lagabrot á þeim hlut. Það lítur á þeirra hlut. En Björn hvað svo mundu verða búið að bóndi mætti þessu vel una, tók nú ofan höttin og kendi bóndi þar Vémund Kögur og bauð hann að taka málið til meðferðar og eftirkæru, segir að þetta hefur af honum hlotist og væri það maklegast að hann rétti hlut bónda. Og nú hansalaði bóndi honum landið og nú við hann að eiga þetta mál. Húskarlarnir segja nú Steingrimi til þessa og hann þóttist þegar vita að þetta váru ráð Vémundar. Nú koma menn á þing, Ásgeil og frændur hans. Þar kom og Steingrimur, svo var sagt að Steingrimur átti þann bróður Þorvarður hét, hann var Örnólfssonur og Ingvildar og kölluð allra systir. Hann bjó á þeim bæ í Kristnesi heitir, hann var vitur maður, en viðlungi þótti hann góðgjarn.
Nú finnast þeir á þingi Áskel og Steingrímur og segir Áskel Steingrími að hann hefði tekið sök á hönd honum. En Steingrímur sagði það mundu með engum vandræðum verða skulu sinna vegna og bað Áskel fyrir ráða þann veg sem hann vildi og galt Áskalli 2 merk silfurs. En Áskel bauð Vémundi að hafa fé það, en hann vil eigi hafa fé Áskels. Áskel vil nú að niður falli sökin Vémundar við Steingrím og þetta lét Vémundur sér líka fyrir bæn Áskels og fara nú heim sáttir af þinginu. 16. hluti. Nú frá því að segja að Háls kemur einhverju sinni á fund Áskels og ber upp vandræði sín fyrir honum, segir að varla þóttist hann mega búi halda ef Helga kona hans kemur eigi heim og biður Áskel nú hlut í eiga og vita, ef hún vildi enn láta að hans orðum. Áskel hét nú að eiga hlut í með þeim ef Háls vil því heita í móti að láta batna samfararinnar við hana. Sá sagt að Áskel bjóst til ferðarinnar með 20. mann og var í ferð með honum Vémundur og Háls. Og nú fara þeir þar til þeir koma þar sem heitir Leyningsbakki og þá mælti Áskel að þar vildi hann vera grafinn, þá hann andaðist og þótti það vera gott landslag og sagði að hann vildi ekki fé hafa með sér. Nú svara þeir frændur hans að þess skildi langt að bíða að hann þyrfti niður að grafa. Síðan aka þeir til Eyjafjarðar og upp með Eyjafjarðará og nær gagnvart Stokkahlöðum. Vémundur og Háls riðu framfyrir og sjá þeir að menn ganga brott úr laugunni og kenna að þar var Steingrímur og nokkurir menn með honum. Og þá mælti Háls, við hefur Steingrímur enn leitað að fá af sér svífringina, þú lést ljósta hann með Sauðarhöfðinu og þó mun honum það tregt veita áður en hann fái alla af þvegið. Og nú segir Áskel að honum þótti helst tröll toga tungu úr höfðu honum ef hann mælti slíkt, sagði að meiri ván væri að þeir hefði heyrt hvað hann hefði mælt hann var forviðris, en Áskel kvaðst heyra í gegn veðrinu og var mjög löng stund fram til þeirra Vémundar. En þó hvað hann nú sá búið vera mundu, þeir ríða nú í Eyjafjarðardal til Grana og váru þar nóttina. Nú beðir Áskel Grana og Helga dóttir hans myndi verða í ferð með þeim og hét nú því á mót að Háls skildi betur við hann að vera héðan af en áður hafði hann verið. En ellegar kveðst hann mundu heimta úr penninga hennar og láta hana heim fara ef eigi betraðist af hans hendi og Grani vil enn gera sem Áskel beitti. Nú bjöggust þeir á brott þaðan snemma morguninn og var Helga í þeirra ferð og Grani lét aka Áskalli til Vöðlaheiðar. En þeir koma gagnvert kroppi þá sá þau 30 manna renna til árinnar og nú bað Áskel að þeir skildi fara undir stakkarinn þar var hjá þeim og æja hestum sínum. En síðan bað hann þá ganga fram á bakkan og verjast þaðan ef eigi væri allt fritt af Steingríms hendi og þótti nú vera mega að eigi þyrfti nú að styljast við hvort Steingrímur hefði heyrt fyrra dags það sem Háls mælti. Og nú ganga þeir fram á bakkan en svá sagt að áin var ísuð og var ótraust ísinn á ánni. Áskel spurði þá hvað Steingrímur vildi hann fór svo hvatlega, en Steingrímur hvað nú mál að efna heitstrenging sína og hvað nú fleiri munu gjalda Vémundar en þá þess væri maglíður. Nú svo sagt að þar stóð þegar í bardaga þeir váru komnir í skotmál. Þá sá Steingrímur að seint mun að vinnast meðan þeir gangast eigi nær, en svá sem þá var og þykir nú það eina til að þeir leiti yfir ísinn að þeim Áskalli. Nú mælti Áskel til Steingríms og bað hann varlega fara á ísinn og hvað hann ótraustan. En Helgi úr Árskógi svaraði og hvað þá munu sáramjög Áskel og förunauta hans og hann myndi fyrir því slíkt mæla og letja þá atgöngunar. Og þá segir Þorvarður Örnólfsson að honum þykir atsóknin þeirra Steingríms óvænleg. Þá tók Helgi úr Alskógi þar bragðað mágur hans að hann stakk spjótskaftinu niður á ísinn og hljóp svo á bakkan upp að þeim Áskalli. Háls sjó þegar framan í fang Helga sá að hann fell á bak aftur út á ána og fekk þegar bana. Sá sagt að nú brast niður spöngin undir þeim Steingrími. Sumir vilja það segja að Vémundur skyti til Steingríms með spjóti
þá hann vildi upp úr vökinni á ísinn og yrði honum það að bana, en sumir segja að hann drukknaði þar í vökinni. 2 menn drukknuðu aðrir en Steingrímur. 2 menn váru og drepnir af hans förunautum, Helgi mágur hans og ein maður annar. Svo sagt að Ásgeir bað þá nú hvata í brott sem þeir megu. Ekki þess getið að hann týndi neinum manni í bardaganum, ráðast þau nú til ferðar. Þeir ríða nú fyrir Vémundur og förunautar þeirra og ræða að mjög vel hefði at borist, Steingrímur var af ráðinn og þótti þeim vel hafa gengið leikri. Frá því að segja að sá maður hefur verið í ferðinni með Steingrími Þórir nefndur. Hann var sonur Ketils Vatnsnefs. Hann hafði rennt fótskriðu yfir ísinn og leyndist þar. Þá hann sá hversu Steingrími hafði farist. Þar heitir Kárapollur sem hann var staddur. Nú hann þóttist vita að þeir Ásgeir myndi brott farnir frá ánni, þá hljóp hann undan ísinum og upp á bakkana. Þá Vémund hafði nú mjög brátt borið undan fram. Það frá Þóri að segja að hann hleyp nú fram eftir þeim áskalli og hann kom að sleðanum þar sem óku þá hjó hann þegar til Ásgeirs goða og kom í höfuðið. Hann snýr nú þegar aftur til árennar og rennir enn fótskriðu yfir ísinn og fer nú til sína förunauta og sagði þeim frá sinni ferð. Þeim þótti hann hafa haft gott erindi, fara þeir nú heim og una sinni ferð illa. Frá Áskalli það að segja að hann bað Helgu binda höfuð sér og ekki skildi hún gera vart við áverkan og kveðst gjarna vilja að hér hlýtist ekki illt af ef hann mætti því við koma, og hún gerði sem hann beitti og gat ekki þetta og vissu þau ein þennan atburð. Þau komust á háls aftaninn og morguninn snemma vekur Ásgeir þá og biður upp standa hvatlega og kveðst heim vilja til dögurðar daginn. Og nú fara þau og komast yfir Fljótseiði. Nú sagði hann þeim að hann hafði sár fengið hversu það hafði at borist og kveðst fyrir því eigi fyrr hafa til sagt að hann vissi kapp frænda sinna það, að þeir myndi eigi hafa skýrit við svo búið ef þeir vissi þá þegar. En hann kveðst gjarna vilja að engin menn hlyti illt af vígi hans og bað þá vera sáttgjarna frændur sína og hvað þá það best af að gera að stöðva óheppin sem mátti. Sagði og að hann þóttist það jafnan gert hafa þeirra mál að fyrra þá vandræðum sem hann mátti og bað þá nú þess minnast þennan hlut. Honum þótti svá miklu máli skipta, segir og að hann vildi gerð þeirra Eyjólfs Valgerðarsonar og Hávarðs og hafði hann þegar sett ráðið allt fyrir Hávarði gerðina, hvern veg hann vildi vera láta. Nú andast Ásgeir goði og þótti mönnum það mikil mannskaði því að hann hafði verið mikil höfðingi og vinsæl. Nú veita þeir honum þvílíkan umbúnað sem hann hafði fyrir sagt og þótti nú þessi tíðindi helst fljótt að hendi hafa komið. Þessi tíðindi spyrjast nú víða og þótti öllum mikill að orðið í fráfalli slíkra manna. Þótt Ásgeir væri mörgum mönnum meir hamdauði en Steingrímur, þá var þó hvártveki mikil höfðingi. Nú sá sagt að Eyjólfur sendi orð Hávarði og sá Þorsteini syni Ásgeirs og Vémundi og öðrum frændum hans, þeim sem nokkurs váru verðir, skildu þeir koma á Möðruvöllu til sáttarfundar, en því skútu Ásgeirssonar ekki hér við getið að hann var þá ekki á Íslandi og hafði hann verið utan hríð. Og nú koma menn til fundarins, svo sagt að Einar Konálsson fóstri Eyjólfs átti mikinn hlut í sáttmálum milli manna, nú leitast ef Þorstein eða frændur hans vildi sættir taka. Þorstein segir að því hefi ég jafnan hugað þá ég hefi verið við staddur, þá faðir minn var við málaferli manna, að jafnan vildi hann fyrra menn vandræðum heldur en æsa þá fram að óhöfum. Og sá mikinn hug sem hann lagði á jafnan að sætta menn, þá líst mér, segir hann, sem gjarna myndi hann vilja að hér gerðist eigi vandræði af á milli manna í þessu máli, hann tekur svo mjög sjálfan. Nú mun ég eigi hitta mér betra ráð en líka sem mest eftir því sem ég vissa að hann gerði og mun eigi nýta sættunum. Kemur nú þar að menn vilja að Eyjólfur og Hávarður geri málin eftir því sem Ásgeir hafði beitt fyrir öndverðu. Og þeir höfðu sáttir á orðið á málin, þá biðja þeir Þorstein koma til sín með öðrum mönnum, þeim sem þar váru við staddir,
Var sú sættargerð þeirra Hávarðs og Eyjólfs að vígin Ásgeirs og Steingríms skyldu ástandast, en hinir 3 förunautar Steingríms þar létust skulu koma fyrir tilferðina þeirra Steingríms, en goldin aftur eigin mikla fyrir víg Helga og Árskógi, og váru nú veittar tryggðir í milli manna nema fyrir skútu. Hann var utan land, Þórir skyldi fara utan og vera aldrei í Norðlendingafjórðungi meðan Hjörleifar synir væri á lífi. Eyjólfur seldi nú gripina í hendur Þorsteini og Hávarði, þá Ásgeir hafði honum selda eftir hrútshöfuðhöggið, og nú skiljast menn vel sáttir og unnu nú vel þessum málalegum, en frá Vémundi kögur það að segja að hann varð sóttdauður, en þótti þó vera ein mesti garpr meðan hann lifði. 17. hluti. Það nú fyrst að segja að Þorsteinn býr í Hvammi eftir Ásgeir föður sinn, og var hann vinsæl maður. Hann seldi af hendi goður þeirra skútu. Sá sagt að annað sumar eftir kom skúta til Íslands, og var hann með Þorsteini bróður sínum vetrin, og var löngum hljóður á þeim vetri, og þykir sér næri höggvit hafa verið, og þóttist engar bætur haft hafa fyrir víg föður síns. Og várið eftir skiptu þeir bræður fé sínu, og föðurarfi skal skúta hafa lausafé úr skiptinu, og hann var til þess ætlaður að tefna föður þeirra ef hann mætti, því að hann var í engum tryggðum við menn þessa sök. En Þorsteinn skal hafa landið í Hvammi og halda búinu. Nú kaupir skúta sér land að Mývatni og bjóð þar sem nú heitir á Skútustöðum. Gerðist brátt mikilhæfur maður í mörgu lagi sem enn mun heyra mega síðar í sögunni. Þórbergur hét maður og var kallaður Höggvinkynni og ekki vinsæl við alþýðu manna. Hann átti 2 svonu, hét annar Þorsteinn en annar Ölvir Spaki. Geiri Austmaður bjó á Geirastöðum fyrir norðan Mývatn. Hann átti 3 svonu enn voru nökkut við þessar sögu hafðir. Hér Gloppa hét sonur hans, annar Glúmur en þriðji Þorkel. Þeir váru allir miklir menn fyrir sér. Arnór hét maður og var Þorgrímsson og bjó í Reykjahlíð fyrir norðan Mývatn. Hans synir váru þeir Þorfinnur og Böðvar. Arnór var mikil kappi og góður bóndi, og jafnan frá honum vel sagt þar sem hann kemur við sögur og málaferli manna. Hallur hét maður, hann bjó að Sandfelli við Mývatn, skammt frá Geirastöðum. Hann átti dóttur Þorkatla hét. Átjándu hluti. Eitthvert sumar kemur skip af hafi í Húsavík, þó að svá bæri oftar að. Það skip áttu bræður 3, Vagn hét einn og var kallaður Spjót, annar Nafar og var kallaður Sax, Skefil hinn þriðji og var kallaður Sverð. Þeir váru miklu menn fyrir sér. Sá sagt að hver þeirra bræðra átti það vopn sem við var kendur. Þeim þótti þau í besta lagi sinnar eigu og létu sér aldrei hendi fyrr ganga, og það segja menn að öll þessi vopn váru forkunnar góð. Þeir váru kunningar Glúms Geirasonar og ætluðu þangað til vistar til þeirra feðga, Geira og Glúms, því að Glúmur hafði boðið þeim þangað til vistar. Nú áttu þeir annríkt mjög og varð eigi tóm að sækja austmennina sem ætlað hafði verið, og þótti þeim feðgum sem það mundi engu skipta, þóttir kæmi nokkurum nóttum síðar en þeir höfðu rætt í fyrstu. Sá sagt að var þess var Þórbergur að Mývatni eða enn heldur Arnarvatni, og fer hann þegar til skips og bauð austmönnum til sín. Þeir segja að þeir munu fara til Glúms. Já, segir Þórbergur, en ekki það sem mig grunar að nú mun vera liðinn sá tími til var tekinn að eftir ykkur skyldi hafa verið Já, segir Þórbergur, ekki það sem mig grunar að nú mun vera liðinn sá tími til var tekinn að eftir ykkur skyldi hafa farið verið. Þeir sögðu að svo kann vera að segja þeir að Glúmi sé ansamt og eigi hann ekki tóm að koma eftir okkur, en hann mun þykjast vita að svívirðingarlaust mun vera. En hitt þætti mér líkara, segir Þórbergur, að honum myndi það í hug koma að þeir væri lítt til færir að taka við frjálsum mönnum
Þeim nökkuru skipti hversu við var gert, því að sá eru þeir feðgar fátækir að fémununum. Segir Þórbergur að nær úti annar biti, þá annar etinn. Nú hlýða þeir nökkut á þetta sem hann sagði, og þar til taldi hann fyrir þeim að þeir játa að fara þangað til vistar til Þórbergs. Fer hann nú heim og lætur vel yfir sinni ferð. Nú svo sagt að Glúmur kemur til skips annan dag og sagðist þá vera kominn eftir þeim bræðrum og vildi þá heim flytja til sín. En þeir sögðu að Þórbergur hafði þar komið daginn áður og sögðust nú vera ráðnir að fara þangað til vistar og kváðust nú eigi vildu því bregða. Þá svarar Glúmur að þeir höfðu sagt honum talið Þórbergs og svá það hversu hann hafði átekið þeim feðgum. Engin maður mun það kunna að segja að honum Þórbergi verði féskorturinn, en fleiri mun það segja að hann láti færum mönnum verða gagn að sínu fé, og þótti honum illa þeir skyldu vera með svávándum manni sem Þórbergur var. Nú lætur Þórbergur brátt koma eftir kaupmönnum og lætur flytja það heim til sín og var við þá forkunnar vel. Svo var sagt að Þórbergur sendi Ótrygg heimamann sinn að færa út í eyjar féð slátra skyldi til jóla og svá naut og kapla. Og áður hann færi heimann bað hann Ótrygg færa eina merina í hlöðu Glúms á Náttarþeli og haga sá til að engi yrði var við. Nú fór hann sem fyrir var mælt og vissi þó eigi hvað þessu skyldi, kemur heim síðan og segir honum til svo búins, og nú þykir Þórbergi hann hafa vel gert. Morguninn kemur Þórbergur snemma inn og vekur menn upp og segir að honum var horfið merhrisi gott og vil að menn fari að leita og mun svá eftir að sjá, segir hann að af mannamöldum mun vera og get að stólið sér hrossinu. Þá svara sumir að enga menn þóttust sjá líklega til þess. Eigi má það vita, segir hann, þar sem hér sitja þrótsmenn samtímis hjá oss, og þeir feðgar líklegastir til að valda þessu, Geiri og synir hans, því að þeir áræðismiklir, þeir þurfa nokkurs við og munum við þangað fara að rannsaka. Sá sagt að Þorkel Geirason var nú ekki hér við þessi mál, því að hann var útlendis. Nú biður Þórbergur austmennina verða í ferð með þeim að rannsaka hvað þá nú sjá megu, að því var vel ráðið, þeir höfðu heldur haft þessa vistina en með Glúmi. En austmenn kváðu það vera verra manns bragð en Glúms að stela frá mönnum og sögðust eigi mundu þangað fara til að rannsaka. Svo sagt að Þórbergur fer nú og menn með honum, fer hann nú og heldur djarflega, hann þóttist vita hversu takast myndi ferðin, og koma nú til Glúms og beiða hann rannsóknar og þeir feðgar láta uppi rannsóknina. Leitar hann nú vandlega og hittir ekki þar til hann kemur að einhverri hlöðu, og þar í hlöðunni fann hann merina og hvað þá vera verri menn en þeir létu yfir eða margir aðrir, þeir skyldi vera sannreindir að þjófskap. Þá svarar Glúmur og hvað sér á þessu enga kunnleika vera og hvað hann vera sjálfan líklegastan til að hafa þetta bragð gert, en snúa nú síðan á aðra menn og hvað mönnum það miklu kunnara að hann var vándur maður. Öllum þótti þetta illa vera orðið, því að þeir váru vinsalir menn frændur. Nú spurði Þórbergur Glúmur vildi nökkuru bæta fyrir þetta og felli þar málið niður sem nú var komið, en Glúmur hvað það fjarri fara að hann myndi hér neinu fyrir bæta, hann mátti engan grun vita sér á hendur. Þórbergur hvað þó hér mundu verða nökkut fyrir koma, þó að honum væri leiðent gert bótina. Glúmur hvað því betur þykja meira kæmi fyrir, svo skyldi maklegast væri. Og nú skilja þeir ræðuna að sinni og hver Þórbergur nú heim og þykist vel hafa leikið, spurðist þetta nú víða og þótti mönnum þetta illa orðið, því að fleiri menn unnu góðs hlutar Glúmi en Þórbergi og vænta enn að hér muni önnur raun á verða þetta mál, en nú var fyrst orðrætt af alþýðu. Nú sitja hváru tveggju í kyrrðum vetrin. Sá sagt að Þórbergur hittir Þorgeir goða frá Ljósavatni, því að vinátta var milli þeirra og spyr hann ráða þetta mál, hversu með skal fara, segir að hann þykist þar eiga mikið traust ráðagerðir sínar sem hann var. Þorgeir bauð að búa til málit á hönd Glúmi, en Þórbergur hvað þá
hvað þá þann uppkominn sem honum var mest að skapi fer nú heim síðan. Og váraði bjóst hann að fara stefnuför til Glúms og biður nú menn til fararinnar með sér, hann ræðir við veturtaksmenn sína ef þeir vilja verða í ferð með honum, en þeir váru þó tregir til og fóru þó síðir í fortölur Þórbergs, býst hann nú heiman og váru þeir 18 saman. Þeir höfðu kalt veður daginn, fara þeir nú þar til kom á Geirastaði. Glúmur sátu við eld, þá þeim var sagt að mennirnir fóru að bænum. Nú hlaupa þeir til klæða sína og vopnast og ganga síðan í dyr út og nú senda þeir eftir mönnum að veita þeim lið. Sá sagt að þeir Glúmur váru 8 saman þar fyrir, þá Þórbergur kom. Nú koma þeir Þórbergur að bænum og gríða þegar í túnið og stefnir Þórbergur þegar Glúmi þjófskap. Sá sagt að þá hóf stefnuna, hljóp hann Geiri úr dyrunum út og að honum Þórbergi og hjó til hans, en Þorsteins son Þórbergs brá við skildi og þá hljóp Glúmur að og hjó til Þorsteins og veitti honum þegar bana. Nú hlaupa út allir þeirra menn og til bardagans og nú veitir Þórbergur Geira sár á fæti. Þá kom að Hallr á Sandfelli við 10. mann og fór þegar til með Glúmi og þeir 10 sem með honum váru, og nú var skamt að bíða áður en skúta kemur þar til með 10. mann, og nú ræðir hann til sinna manna að þeir skulu ganga á hæð nökkura þar var hjá þeim, og vildi hann hvárugum veita og hvað þeim betur ganga sem skildi, segir, og ef sá yrði brott gera af vígunum að þá myndi reynast brátt hver ríkast væri að Mývatni. Þá kom Þorfinnr Arnórsson að ríðandi og ferð þegar til bardagans með Glúmi, og sá sagt að Þorfinnr hjó framan í andlit Þórbergi og var af því hann kallaður Höggvin kynni. Í þessu bili kemur að Arnór úr Reykjahlíð með 12 mann og gengur hann þegar í milli manna og skilði þá. Þar fellu allir ausmennir, en sinn húskarl var fallinn af kvárum. En ótryggur áður var frásagt var særður til ólífis og græddi Glúmur hann, ef hann sagði hversu farið hefði merina. Þá Þórbergur bauð honum að leiða hana í hlöðu Glúms og var nú bert ilmælið að Þórbergs hendi við Glúm. Nú leitað sætin milli þeirra og kom svá að þeir skulu gera málin, Þorgeir goði frá Ljósavatni og Arnór úr Reykjahlíð. Sú var gerð þeirra ágengust vígin húskarlana, en áverki ótryggs hann var særður til ólífis og enn aðrir 2 menn líflátnir af liði Þórbergs skulu koma fyrir áverka Geira. En sá áverki Þórbergur hafði fengið skal vera fyrir tilföruna og ilmálefni hann hafði með svikum farið. Þeir váru og allir drepnir ausmennir með Þórbergi váru og lágu þeirra víg kyrr, svo að engi þeirra var bættur. Þeir váru brott gerfir þaðan úr sveitinni Geiri og Glúmur feðgarnir, og svo sagt að Geiri bjó í Króksfirði á Geirastöðum. Sá sagt að Glúmur fekk Ingunnar Þórólfsdóttur Vélefssonar, þeirra son var Þórður, og þótti Glúmur vera mikill maður fyrir sér, sem enn má nökkurt marka í þessum frásögnum. Nítjándi hluti. Það sagt að Þorkell Geirason kom út sumarið í Húsavík vetri síðar en þessir atburðir váru nú var frásagt, og fór hann til vistar til Ófeigs í Skörð. Ófeigur var þá 18 vetra gamal og það segja menn að þeir Þorkell væri jafn gamlir. Maður nefndur Þorstein og var kallaður Varastafur. Hann bjó í Laxárdal, hann var holmgöngumaður mikil og illr viðureignar. Það sagt að hann gerir heimanferð sína einhverju sinni þess erindis að biðja Þorköllu dóttur Halls frá Sandfelli, en Hall sagði að hann myndi eigi gista dóttur sína svávandum manni sem hann var, og hvað það mörgum manni kunnugt vera að varla fegst meiri ójafnaður maður en Þorstein var. Nú bauð Þorstein Halli holmgöngu, sagði þá reyna mundu hvár ráða skal kosti konunar, en Hallr nennir varla að ganga undan því, en þóttist þó vera vanfær að ganga í móti þvílíkum berserk sem Þorstein var.
Og nú finnast þeir Hallur og Þorkel Geirason og sagði Hallur Þorkalli hvern vanda honum hefur til handa borið og sá að ráðin var holmgangan með þeim Þorsteini varastaf. Þorkel kvað Hall nú missa Glúms bróður síns og sagði hann þá eigi mundu þurfa að ganga á hólm við Þorstein ef hann væri hér svá vingott sem með ykkur var. Nú bauð Þorkel að hann skildi ganga á hólm fyrir hönd Halls en hann kvaðst það gjarna vilja þiggja af honum. Hall lét nú taka sverðið skefilsnaut og Þorkel skildi á hólm ganga fékk Hallur honum sverðið í hendur og hvað það býta mundu. Það nú að segja að þeir Ófeigur og Þorkel söfnuðu að sér mönnum og byggust nú til hólmsins og váru þeir saman 40 manna og hélt Ófeigur skildi fyrir Þorkalli. Þorstein hafði og 40 manna. Þorstein hét maður og var kallaður Kvígur. Hann var vanur að halda skildi fyrir nafna sínum og svávar þá. Ófeigur hélt nú skildi fyrir Þorkalli og ganga þeir nú á hólminn. Svo sagt frá viðskiptum þeirra að Þorkel hjóð Þorstein bana högg. Og þegar Þorstein var fallinn þá mælti Ófeigur til Þorsteins Kvígs að nú vil hann að þeir gangi á hólminn og reyni með sér. Höfum við nú áður haft skemmtan af þeirra bardaga, skulum við nú skemmta öðrum mönnum nokkra stund. En Þorstein vil fyrir engan mun í móti mæla honum var svá á hólm skorað og nú ganga þeir á hólminn og lauk því máli svá að Þorstein fellur fyrir Ófeigi. Sá sagt að Þorkel vil nú láta bera aftur sverðið í kumlit þar sem það var tekið til handa honum. En Hallur hvað það fjarri skulu fara að engin maður skuli njóta svá góðs gripar og segir að eigi skal aftur bera sverðið. En Þorkel réð að sverðið var þangað borið fara nú menn heim af hólmstefninni og þótti mönnum það vera landhreinsun að þeir nafnar váru drepnir. Sá sagt að nóttuna eftir innan næstu bar Þorkalli skefil í drauma og hvað Þorkel munu vera góðan dreng og þakkaði honum hve hann hafði drengilega dugat og sá sverðið haft. En ef þú hefðir eigi viljað að aftur hefði verið borið sverðið þá mundir þú hafa goldið þess í nökkuru en nú mun fara með okkur annan veg því að nú skal hvergi illa hafa sá vel sem þér hefur farið og vil ekki gefa þér sverðið því að ég þarf þess nú ekki en þú ert svávaskur maður að ég ann þér alvel að njóta. Og nú vaknar Þorkel og var þar komið sverðið og þóttu honum það algóðu gripur og bar það lengi ævi. Þorkel setti bú saman og bjó hann þar í einum ytrum skörðum og þótti hinn besti bóndi. Spjótið vaktsnaut átti síðan Þorvarður Þorgeirsson, saxið var upptekið úr kumli Nafars og þóttu öll vátnin vera forkunnar góð sem jafnan bar raun á, ef þau váru til nökkurs höfð en eru hér nökkur merki til sögð. Sá sagt að skip kom út við Knarrareyri eitthvert sumar og skúta fer til skips og hér gloppa og vá hann þann fyrsta mann í hend föður síns. Sá maður hafði verið í ferð með Steingrimi, þá þeir Áskell börðust og Steingrimur sem sagt var fyrr í Reykdæla sögunni frá viðskiptum þeirra. Annan mann drap hann litlu síðar þar hafði verið á þeim fundi. Eftirmál var veitt þessa menn báða og bætti Þorstein þá bóðir skútu með sínu fé sem rætt var í máldugum með þeim bræðrum en ekki kunnum mér með sannindum að segja atburðum líflátt þessara manna en það skulum mér að þetta var hinn fyrsta hefnd skútu eftir Áskell goða föður hans. Tuttugasti hluti. Þórir sonur Ketils Flatnes fyrr var frá sagt að vá Áskell goða. Hann varð sekur eftir víg Hróars tungugoða sunnan land hann hafði verið með þeim Móðólfssonum í þeirri sveit heitir Skógahverfi þeir börðust þar sem nú heitir Hróars tunga. Það í milli Foss og Hörgslands og milli lækjatveggja þar falla ofan af heiðinni. Sá sagt að Þórir fer á fund Eyjólfs Valgerðarsonar að vita héraðsvist norður þar því að hann var nokkuð skildur honum og þó líkt. Nú biður hann Eyjólf að staðfestast þar í héraðinu hann kom út. Eyjólfur bað lýsa sýknu hans á Hegranesleið og talði hann vera sýknan ef engi talaði í móti og svá á Vöðlaleið. Sá var gert og fekst þar hvort tveggja sýknan þegar beðst var.
Síðan skal biðja á ljósvetningaleið og þótti Eyjólfi það líkast að þar myndi í móti mælt sýknu hans, en taldi hann vera frjálsan ef þar fengist sýknuleyfið. Þar kom Eyjólfur til leiðarinnar og svá Þorgeir frá Ljósavatni og satt Þórir í milli þeirra höfðingjana. Sá sagt að Skúta kemur nú að máli við Þorstein, bróður sinn, og spyr hvort hann vil heldur vinna á Þóri eða setja ráðin til, og sagði þá eigi honum mikla harma að gjalda, hann hafði drepið föður þeirra. Skaltu fyrir því kjósa sagði Skúta, að ég mun gera það sem þú vil síður, því að eigi mun auðvelt þykja að sá búnu að komast yfir hann, og eigi ber okkur að minni nauðsyn til þó törvald sé að ná honum að reka okkara harma við hann. En Þorstein þóttist til Hárskis vera vel fær, og nú þóttist Skúta sjá að þetta myndi verða meir til hans taka, og setti þau ráð til að Þorstein skal bjóða Þorgeiri sætt fyrir sekt þess manns hann hafði fyrir ráðið, og lúka þegar fyrir sakar fjölskyldar þeirra hann átti að annast, og nú verður svá sem hann setti ráð til að Þorstein bauð fyrir váttum sektina. En Þorgeir kvaðst vilja að Þorstein gengi til Hansalanna og þó með fá menn. Skúta var þar með Þorsteini og dulðist hann, og nú þegar Skúta mátti atkomast þá hjó hann þegar til Þóris með öxinni flugu og veitti honum banasár. Þá mælti Skúta, veiddi fluga flatnefjunginn, þótt hann sæti milli tveggja goðanna. Eigi máttu nú lúkast hansölin fyrir þröng þeirri þar var, svá sagt að Skúta komst á brott úr þrönginni og á bak hesti sínum og hleypti þegar á brott í skóginn, var bæði riðið og runnið eftir honum, og varð honum þó ekki náð, og komst hann svá undan. Fara menn nú heimleiðis og undu þeir Eyjólfur illa við þennan atburð og Þorgeir, því að þeir vildu hafa haldið hendi yfir manninum. Annan dag eftir þá smálamaður Þorgeirs goða hafði rekið fé sitt, þá hittir hann mann þann finna vildi Þorgeir og kvaðst vera sigur og vildi biðja hann dugnaðar og viðtöku, en þorði þó eigi að láta sjá sig, og biður hann koma þangað í skóginn og kvaðst þar mundu bíða, og bað hann þó aðra menn ekki láta vara verða við þetta en Þorgeir. Smalamaður fer nú sem honum var boðið og segir Þorgeiri, en hann grunaði hverju gegna myndi, og fór nú til skógar við 10. mann og lætur hann eftir mennina við skóginn, en þeir fóru 2 einir í skóginn, Þorgeir og smalamaður hans, og fundu nú hvergi seka mannin, og fer Þorgeir heim aftur við svo búið. Tuttugasti og fyrsti hluti. Nú þar til að taka að Grímur hét maður Þórður Gellir hafði seglan áverka eitthvert sumar á þingi. Hann kemur á fund Þorgeirs einhverju sinni og bað hann taka við sér og kvaðst mjög vera þurfandi dugnaðar, en kvaðst það hafa frétt að Þorgeir var góður drengur og sagðist því fyrst hafa á hans fund sótt að hann vænti af honum nokkurra hjálpræða. En Þorgeir kvaðst mundu veita honum ásjá ef hann vægi Skútu, nú kaupa þeir þessu saman. Síðan sendi Þorgeir Grím til Þorbergs höggvinkynna að hann réði honum ráð til að drepa Skútu. Sú að ráðagerð þeirra að Grímur skal fara á fund Skútu og biðja hann dugnaðar og segja sér alla af hendi vera og að engu gagni vilja koma og biðja hann þarvistar og ásjá og bað hann vera færi vandan. Nú fer hann sem fyrir hann var lagt og bar upp erindi sín fyrir Skútu og bað hann þarvistar og ásjá og kveðst mjög þurftigur vera, og sá kemur að Skúta tekur við honum og hét að hann myndi þar vera vetrinn, og þar var hann þann vetr og veitti Skúta honum vel vistina, enda kunni Grímur vel að þykja, og leitaði hann aldrei til að vinna á Skútu. Árið það sagt að þeir fara til Netja báðir saman einhvern dag, Skúta og Grímur, þar váru í vatninu, og þeir hafa farið hríð þá losnar skóðfengur Skútu og dvalist hann að og batt þvenginn, og þá veitti Grímur honum tilræði og hjóð til Skútu, en Skúta var þann veg búinn að hann var í kufli
og hafði brynju undir kuflinum, festi öxi Gríms í kuflinum en skútu sakaði ekki og nú greip hann Grím höndum og spurði hví hann var svo hverflindur og ótrúr, en hann segir þegar að Þorgeir hafði hann þangað sent að drepa skútu og nú bað hann sér gríða, en skúta hét honum engu það en vita þóttist hann að þetta váru ráð Þórbergs. Sá sagt að skúta færði Grím út í ein hólm í Mývatni og alnöglan. Síðan batt hann þar í hólminum við ein staur og hvað hann þar mundu búa verða hríð, nema Þorgeir byrgi honum. Nú fer skúta heim og sendi Þorgeiri orðum þetta, en Þorgeir spurði ef þeir vildi nökkut við hjálpa manninum, en þeir kváðust aldrei hirða hvar hann var og kváðust eigi mundu duga honum og lét hann þar líf sitt í hólminum og angraði mest sult og mýbit hann var í engum klæðum. Tuttugasti og annar hluti. Maður hét Ólafr og annar Þorgautur. Þeir váru sekir menn og þó var þeim margt vel gefið. Þeir voru menn vænir og kurteisir og góðir fardrengir. Sá sagt að þeir koma einhverju sinni á fund Þorgeirs goða og báðu hann ásjá og var kaup þeirra með sama móti og þeirra Gríms hafði verið, að hann mun veita þeim ásjá þeir dræpi skútu. Og nú sendir hann þá til Þórbergs höggvinkynna vinar síns með þeim erindum sem fyrr að hann gefi enn ráð til að ná skútu. Og nú koma þeir á hans fund og sögðu honum sín erindi, þau sem Þorgeir hafði boðið til hans. Gott þótti Þórbergi að Þorgeir léti eigi fyrr vinnast þetta mál, kveðst að vísu enn skulu til gefa nokkur ráð. Nú var önnur ráðagerð hans enn eitt fyrra sinn, þeir hafa nú varning norrannan með sér frá Þórbergs og skulu segjast hafa komið út á eyrum suður og teljast vera frændur þeirra Skefils og segja að því fóru þeir norðurþangað að þeir vilja bæði heimta bætur fyrir vígin og svo fé það sem þeir höfðu átt bræður og Þórbergur vildi eigi láta aftakast. Skorið þá til vistar við skútu og ásjá mál ykkar, farið fyrst suður vatnið og þaðan að húsi. Og nú fara þeir svá með öllu sem þeim var fyrir sagt, koma nú að fund skútu og bera upp erindi sín og tók hann við þeim sem þeir beittu. Svá var sagt að þeir váru þar og var skúta vel til þeirra og hverju manni líkar vel við þá. Og jól vetrin eða litlu fyrir jólin fellur þar vaðmeiður og kemur einhver kona að skútu og bað hann að gera og hann fer til þegar og þeir með honum. Veturtaksmenn hans tekur nú skúta og styður herðum sínum undir mitt tréið, en þeir Ólafr og Þorgautur setja nú kvíslatré undir endana. Þá hjó Ólafr til skútu, en skúta hljóp nú undan trénu og fell það niður í milli þeirra og kom eigi á hann höggið. Hann var þá vopnlaus því að fluga stóð við vegg. Þá hljóp Þorgautur að honum með reita öxina og vildi þegar höggva til hans. Og nú þreif hann upp eitt tré lá hjá honum og laust við öxinni með víflinni konur váru vanar að hafa til þáttar og svá laust hann hart við að öxin hraut brott úr hendi honum Þorgauti og þá svá sagt að skúta greip þegar öxina og hjóð þegar Ólaf banahögg með þeirri öxi. En frá lífláti Þorgaut segja menn misjafnt, sumir segja að skúta léti hann koma í Hrafnasker og sendi Þórbergi orð að hann veiti honum nokkur af björg ef hann vildi, en sumir segja að hann dræpi hann þegar og hvátt sem það var heldur þá hefur hann bana af fengið. Nú eignast skúta fé allt það sem þeir höfðu þangað haft. Nú verða þeir vísir Þorgeir og Þórbergur og þótti þeim miklu við auka sína svívirðing, þeir fengu því heldur sem þeir lögðu meiri stund á að ná skútu og una nú stór illa sínum hlut, en létu þar fé mikill og þótti þeim það þó miklu verra en skúta skal njóta mega fjárins, en kunna þó eigi tilkall að veita og þóttust þá verða berið í svikum við hann, ef þeir kallaði til fjárins og var nú að því þar niður að falla þessi mál sem þá var komið.
23. hluti. Þormóður hét maður bjó í Laxárdal á Mánahjalla. Hann var kvangaður maður og hét kona hans Þorbjörg. Hún var föðursystir Vígaskútu. Þau Þormóður áttu son og var nefndur Eyjólfur. Hann var vænlegur maður og óx þar upp heima með feður sínum og móður. Maður hét Þorsteinn, hann bjó á þeim bæ á Mýri heitir. Hann var og kvangaður maður og átti þá konu Þorgerður nefnd. Hún var systir Vígaglúms að Þverá úr Eyjafirði. Þau áttu þann son Bjarni hét. Hann var mikil maður þegar á unga aldri og grammur að afli. Þau Bjarni váru því vön jafnan haustum að fara til Þverár að heimboði og nú gera þau enn svá á einhverju hausti. Tekur Glúmur við þeim forkunnar vel og váru þar þá stund sem þeim líkaði. En þau búast heim að fara þá gaf Glúmur Bjarna frænda sínum hest rauðan 6 vetra gamlan og kveðst mundu fá honum annan hest ef nökkurir væri hvassari en sjá. Og nú fara þau heim frá heimboðinu og setur Bjarni þegar hestin til heis og var alvel varðveittur. Og sumarið eftir var honum mikil forvitni hver bítast vildi hesturinn. Ræddi hann að hann vil etja við hest átti Þorkel Geirason úr Skörðum og var á kveðið að þeir skulu etja að miðju sumri hestunum á Mánahjalla. En þeir feðgar áttu grán hest fögsóttan og seldu mönnum jafnan hross undan til sláturs. En áttu ekki skap til að etja hestinum. Sá sagt að saman koma hestarnir einhverju sinni þeir Þormóðs og Bjarna og bitust svá að í blóði var hvártveggji. Húskall Bjarna kemur nú á fund hans og segir frá hann hafði séð báða hestana albitna og hvað hvártveggja hestin vera alrauðan. Og þá sendir Bjarni orð Þorkalli að eigi myndi þeir etja hestunum, segir og hvað til bar að hans hestur var nú ekki ötufær. Það ætlaði Bjarni að þeir Eyjólfur myndi hafa att hestunum og Þormóður, faðir hans, og því myndi þeir þann veg vera að af manna völdum myndi orðið hafa. Og því bauð hann þeim að 8 vikum sumars, en Þormóður bað Eyjólf son sinn fyrir ráða hvort etja skal eða eigi, en hann vil etja láta. Nú váru hestarnir framleittir og váru góð vígin. Þar til gengnar váru 11 lotur, þá tekur hestur Eyjólfs undir kinnarkjálka á hesti Bjarna og heltar lengi þar til að Bjarni fór til og laust hestin af takinu. En Eyjólfur snerist nú við og laust hestin og hratt stafurinn hart af hestinum og kom á öxl Bjarna og nú váru þegar skilðir hestarnir. Gengur Eyjólfur að Bjarna og mælti að þetta þykir honum verð tekist hafa en hann vildi. Skal ég, segir hann, raun til gera hvort mér var þetta báðaverk eða eigi. Nú vil ég, segir hann, gefa þér 6 tígu geldinga til þess að þú kunnir mig eigi þetta og máttu þá skilja að ég mynda eigi vilja að svá hefði að borist. Bjarni kveðst þessu litlu síður valdið hafa, þykist hann nú vita að þeir muni eigi að hafa hestunum, fara menn nú síðan heimleiðis. Og haustið að réttum drógu þeir Eyjólfur út 6 tígu geldings. Nú spyr Þormóður hvað sauðir skulu þeir sem út váru dregnir, en Eyjólfur kvaðst hafa gefið Bjarna sauðina. Þá segir Þormóður, bæði ætla ég, segir hann, að höggið var mikill enda miklu launað. Og þegar eftir hann hafði þetta mælt þá snýr hann Bjarni að honum og hjó hann banahögg og nú vil hann eigi þiggja geldingana. Eyjólfur var nú fámennur svo að hann mátti ekki ná Bjarna og nú segir hann móður sinni að hann mun finna Þorstein frænda sinn að þetta mál og svá Einar Konálsson og beiða þá ásjá með sér. En Þorbjörgu móður hans þótti mest traust að skútu og hvað honum verð mundu þykja ef aðrir væri fyrr að sóttir en hann. Nú gerir hann svá að hann hittir skútu og segir honum sín erindi og hann tekur við honum forkunnar vel og hét þegar sinni ásjá þetta mál. Tók hann nú við Eyjólfi, nú fer Bjarni á fund Glúms að Þverá frænda síns og segir honum vígið. Glúmur segir að hann vil að Bjarni sé þar með honum vetrin og til þess líki málum þessum og þótti vera gagnsakar í málinu. Bjarni sagði að honum þótti lítilmannlegt að flýja bú sín
og fór hann af því heim, en þó vildi Glúmur að hann hefði eigi heim farið á því mjöli. Eyjólfur vekur nú til við skútu frænda sinni 3 tíma tilbúnað málsins og tók hann vel í fyrsta sinn og hvað enn vera gott tóm til þess. En í annað sinn hvað hann muni finnast gagnsakar í málinu og í 3. sinn þá Eyjólfur hafði þetta mál upp við skútu á hvað skúta vilja hend láta fyrir koma og þá beittist Eyjólfur að taka við málinu en hann hafði áður skútu í hendur fengið. En hann varnaði honum þess. Og nú verða þeir frændur andorða þetta og við það skilja þeir að sinn veg þótti kvárum. En bráðlega eftir tal þeirra fer Eyjólfur heiman einn saman og þar til hann kom á mýri og nemur þar staðar undir garði einhverjum háfum og nú sér hann hvar Bjarni fór einn saman til sauðahús og skal ríja sauði fyrr en aðrir menn. Nú setur hann hurð fyrir húsið, Eyjólfur gengur nú þangað og þokar hann hurðinni frá dyrunum. Þá tók Bjarni til hendinni og vil láta fyrir dyrnar, það sér Eyjólfur og sá sagt að hann höggur af Bjarna höndina. Hann rétti út hjá hurðinni fyrir framan úlnliðinn. Bjarni hljóp nú út með öxi og bað Eyjólf bíða sín og svo gerði hann. Og þegar Bjarni kom eftir þá hjó hann til Eyjólfs með annarri hendi og þegar af honum skjöldin og í jörðina niður síðan. Þá hjó Eyjólfur milli herða Bjarna og var það banahögg. Nú fer Eyjólfur á fund móður sinnar og skútu og sagði þeim til þessa. Sá sagt að nú líkar skútu forkunnar vel og þykir nú gott hlut í að eiga með honum hann vildi nökkut að manna vera sjálf og kallar hans ferð góða vera. Tuttugasti og fjórði hluti. Svo sagt að Þorgerður móðir Bjarna fer þegar á fund Glúms bróður síns og segir honum þessi tíðindi og svo selur honum vígsmálið og biður hann taka við eftirmálinu. Hann gerir svo, Glúmur harmaði þetta mjög og þótti vera ill tíðindi, fer nú á fund Eyjólfs Valgerðarsonar og segir honum atburðinn. Eyjólfur vil að þeir fari allir í málatilbúnaðinn, hvað vera nauðsyn að slík mál lagi eigi kyrr. Sá sagt að Glúmi fer nú fyrir í Njóst með 10. mann til Hnjóstgadals og þaðan til Gnúpskarðs. Sá í Bárðardal og 8 dagverð þar í dalnum að þess manns Áslákur hét. Þar var stafkarl einn á búi og þótti förunautum Glúms gaman að glettast við karl. Glúmur bað þá eigi glettast við hann meir en hann vildi hvað það vera lítilmannlegt að erta gamalmenni og nú láta þeir hann lausan en karl fór þegar á brott. Hann mátti í sjálfræði vera og þar til hann kom á bæ þann heitir í Ísólfstungu, en þar bjó sá maður Hávarður hét og móður hans. Nú sagði hann Hávarði að allólíkur var hann þó öðrum mönnum Glúmur og hvað hann engan ein hlut til þess hafa að honum væri betur farið en öðrum mönnum. Mikið tekur þú af, sagði Hávarður, eða hvað nú sá nýtt þetta? Nú sagði Karl honum hvaðan hann var kominn og hve farið hafði með förunautum hans og konum áður en Glúmur átti hlut í með oss og lofaði hann Glúmi í hverju orði sem hann kunni. Og nú bað Hávarður móður sín að gefa Karli mat en hann bjóst heiman og fór á fund skútu vinar síns og sagði honum ferðir Glúms þar sem hann vissi til. Vel þætti mér það, sagði skúta, að Glúmur kæmi hingað til Vár og vilda gjarna að hann fengi erindi hann kemur hér. Nú ríður Glúmur yfir fjallið og förunautar hans, sá sagt að maður hét Gautr. Hann bjó þar sem heitir í Gautlöndum, hann átti góðan hund Flóki hét og það sama kveld Flóki einart á fjallið upp og þá þóttist Gautr vita að manna myndi ván af fjallinu ofan. Og nú sendi hann þegar hjón sín öll til skútu hann þyrfti nökkurt manna við. Og nú þeir Glúmur komið þar í nánd heyrir hann mannamál og skilur að nökkur Njóst mun komin vera þeirra ferð, en vildi eigi láta teppa sig þar, sá að hann mætti eigi þegar aftur, að hann vildi og snúa þeir nú aftur á leið, þar til þeir finna Eyjólf og förunauta hans á hálsi. Skúta segir nú að honum þótti Gautr minna hafa veitt sér í Njóstninni en hann myndi vilja, þá seinkaðist kváman Glúms. Þóttist hann nú vita að Glúmur mun hafa orðið var við
mannafarannar og snúið þá aftur, hann skildi njósnina komna vera fyrir þeim. Sá sagt að skúta vil nú verja þeim maðið á fljótinu og hafði hann nær 100 manna áður en þeir koma til móts við hann, Einar og Þorstein, bróðir hans eftir orðsending skútu. Nú koma þeir Eyjólfur og Glúmur til vaðsins með 200 manna og því nær var sagt að þeir skúta hefði ok því að Arnór og Reykjahlíð veitti honum. Það sagt að þetta var við Eyjarvað og váru nú sínum megin hvár með flokkana. Eyjólfur talaði til Glúms að rétt var að búa þar mál til að þeir mætti framast komast, sá að þeim væri óhætt og nú íhugar Glúmur málið og fekk hann nú það ráð að þeir skulu heyjast við skútu. Þeir Eyjólfur en Mársonur Glúms var þá 18 vetra gamal skal ríða til Mývats við 10. mann að stefna Eyjólfi Þormóðssyni. Hann kom þar snemma morguninn og barði á hurð, en Hávarður úr Ísólfstungu var þar þá og gekk hann þá til hurðarinnar. En Már rak á honum spjótið Hávarði og vá hann þar, en síðan stefnir hann Eyjólfi. Eftir það fer hann á fund föður síns og segir honum til hvað hann hefur aðsýst á þeirri stundu sem hann hefur á brottu verið. Vel líkar þeim Glúmi og Eyjólfi förin Más og báðu hann hafa þökk fyrir. Segja nú skútu að Hávarður mun eigi bera oftar njósnina. Skúta skaut nú yfir vaðið snærisspjóti og kom að þann mann Þrándur hét. Hann var góður bóndi og sá sagt að hann fékk þegar bana. Nú mælti Eyjólfur að þar væri þann veg farið mönnum í hvárum tveggja stað að mannskæð myndi verða deilan þeirra. Og nú eigu þeir hlut í Eyjólfur og Einar að þeir myndi vilja sætast á málið og þar kom að þeir játuðu báðir þeirra ummælum þessara mála, en sú var sættargerð þeirra Eyjólfs og Einars að stafshöggið Eyjólfur laust Bjarna og orðin Þormóð skulu óhelga hann sjálfan. Eyjólfur skal vera útan 3 vetr og fara þá til búa sinna hann kemur aftur. Bjarna skal bæta 100 silfurs, það skal Glúmur láta koma í hendur Þorgerði systur sinni en móður Bjarna. En það var ráðið á laun að skúta skal fá Þorlaugar dóttir Glúms og skal skútu svá heiman standa 100, að Glúmur gildi því minni heimanfylgjuna, en þó vissi það ekki fyrst alþýða manna og nú skiljast þeir að sinni vel sáttir. Sá sagt að skúta bað Þorlaugar og fekk hennar, þá var Álfhildur önduð en skúta hafði fylgt áður og Kolli hafði átta á Sauðanesi. Sá sagt að skúta bað Þorlaugar og fekk hennar, þá var Álfhildur önduð skúta hafði fylgt áður og Kolli hafði átta á Sauðanesi. Það segja menn að Þorlaug hafi átta 3 bændur. Fyrst átti hon skútu, þar næst hann mann Eldjárn hét og var kallaður hinn mildi. Hann var farmaður og góður drengur. Síðast átti hana Arnór Kerlingarnef og eru göfgjumenn frá þeim komnir og þótti hon vera mikil skörungur. 25. hluti. Nú það fyrst að segja að Þorgeir sonur Þóris Flatnes kemur að máli einhverju sinni við Þórótt goða af Hjalla í Ölfusi frænda sinn, að hann gæfi honum nökkurt ráð til þess að koma skútu til Alþingis og þóttist Þorgeir eiga að sjá þar til föðurhenda við skútu. Þóroddur hvað eigi mundu batna við hans kvámu, en sjá þykist hann bara til þessa, segir að búðir þeirra standa næsta fyrir vestan á og nú gaf hann það ráðið til að þeir skulu hafa búðartóft skútu fyrir gang sumarið og svá bað hann Þorgeir reisa þar upp ás og skera á Kalhöfða á endanum og væntir mig, segir Þóroddur, að skúta mundi koma til þingsins að sumri ef þann veg með farið, því að svívirðing mun honum að þykja, þá hann veit. Þessa meðferð hefur Þorgeir sem nú var frá sagt og menn koma heim í héruð var mjög fjölrætt þetta hvort skúta mun þola Þorgeiri þessa svívirðing og þykir það hvergi ólíkara að hann myndi hefna vilja svá sem hann áður farin við flesta menn, þó að minna væri til gert en nú var. Það sagt að kemur þetta til eirina skútu og lét hann sem hann vissi eigi, allt þar til menn búast til þings annað sumar eftir, þá fer hann á fund Arnórs og Reykjahlíð og segir honum að hann vil að þeir ríði til þings sumarið og nú safna þeir að sér mönnum ríða heimann sem leiðir liggja til þingsins.
En þeir koma á völluna efri þá bað Skúta Arnór ríða til búðar með liðinu en hann kveðst eigi annað erindi út að snúa. Nú reið Arnór með flokkinn til búðar Skútu og tjalda búðina en Skúta snýr þangað sem hann sá mann ganga með viðarbyrði og nú skiptir hann klæðum við þennan mann en tekur upp byrðina og gengur vestur yfir á með og hefur viðaröxina í hendi sér. Þeir hlaupa nú að menn Þorgeirs og föluðu viðinn en færa hann í reikuð og nú sér hann Þorgeir og bað þá vera láta og þá hann átti hlut í þessu þá fell ofan byrðrin og í því reiðir hann upp öxina Skúta og veitti Þorgeiri þegar bana sár. Nú hljóp Skúta þegar til sinna manna og fara þeir á bak og riðu brott af þinginu, fara nú þar til Skúta var komin úr allri hættu. Þá riður Skúta heim til búsins en Arnór snýr aftur til þingsins með allan flokkinn og svá til búðarinnar. Mál eru nú tilbúin á hönd Skútu og Glúmur galt fyrir hann 100 silfurstar á þinginu. Fara menn nú heimleiðis og þeir finnast Skúta og Glúmur, sagði Glúmur honum hvar þá var komið að sætst var á málið og hann hafði goldið fyrir vígið. Skúta sagði að það myndi hann aldrei gert hafa ef hann hefði ráðið og kveðst honum eigi þökk fyrir Gunna. Glúmur hvað hann meiri svívirðing af mundu hafa fengið ef eigi hefði þetta verið að gert sem nú var frá sagt og þótti sinn veg hvárum sem jafnan. Báru þeir eigi samlindir mágar. Eldjárn en Mildi Áskelsson kom út á skipu sínu í Eyjafjörð nokkru síðar. Hann var farmaður mikil og hann kemur á fund Glúms og sitja þeir á tali allan dag svo átt engin vissi hvað þeir töluðu og litlu síðar sendi Glúmur mann til Mývatns og bauð hann Þorlaugu dóttur sinni til boðs og bað hann að hafa gripi sína með sér og svá nökkurt lausa fé. En sumir menn vilja það segja að Skúta sendi hana heim til Glúms, þá versnaði með þeim og þóttist Skúta gera það til svívirðingar Glúmi, en hinn frásögn hér höfð að Skúta væri eigi heima þá sendimaðurinn kom eftir Þorlaugu og var hann farinn norður á strandir að rekum og hann fer nú að fund föður síns að hans orðsendingu. Nú urðu menn brátt varir við hvað verið hafði í talinu þeirra Glúms og Eldjárns því að þá gifti hann Þorlaugu dóttur sína Eldjárni og fóru þau þegar á brott og útan. Og þóttu mönnum þetta vera mikil tíðindi og þóttust vita að Skúta myndi þessu hefna ef hann mætti því við koma. Hluti. Ásbjörn hét maður, hann var frændi Þorlaugar og ónýtingur mikil. Hann var sekur á Árþingi í Skagafirði. Hann kemur nú að fund Skútu og biður hann dugnaðar því að þau Þorlaug höfðu veitt honum fyrri ásjá. Og Skúta hét honum ásjá ef hann færi sendifur hans til Glúms. Ásbjörn kveðst eigi vilja vera flugumaður. Skúta sagði það eigi vera hans færi. Þú skalt fara á hans fund og mæla þessum orðum að þú þykist þurfandi að hann gerist forsjámaður ráðsþíns og seg að þitt vandræði mikill þú hefur beðið af vígaferlinu og get ek að þann veg berið til fund ykkar að Glúmur sé í þingrið. En hans skaplyndi það að hann maður þrautgóður ef menn þurfu hans og enn mætti svo verða ef þú gerir þitt mál líklegt, enda viti hann að þú ert hjálplaus að hann mæli, að þú farir til þverar og býðir hans þar til þess hann kemur heim á þinginu. Þá skaltu svara að meir þröngt mínu máli meður því að tugur býr lítil í brjósti. Seg að þú hræðist mennina og vildir heldur koma á hans fund, þú hittir hann einn saman. Og með því að Glúmur armvitigur og velskapi farinn, kann vera að þar leggi hann til nökkurt ráð og þess skaltu biðja að finna hann í Meðmárdal, gengur upp frá bænum að Þverá og sel hann standa í. Lát þér þar sýnast sem þú munt hugboðið hafa að finna hann að ákveðnum degi og stund
Og ef þetta gengur fram, skaltu þess njóta frá mér og mun ég þá veita þér dugnað, enda vinnur þú það eina til að þér samir vel, og þessu játar Ásbjörn. Sá sagt að hann hittir nú Glúm, þá hann var kominn á leið á Öxnadalsheiði og ríður hjá honum og segir sitt erindi, og þau orð öll áður váru sögð. Glúmur kveðst eigi það vita að hann ætti honum góða hluti að launa, en fyrir þá sök að þú sýnir þig vinnlausan og glætur að þér liggi við líf þitt, þá vil ég að þú fari norður til Þverár og býðir þar minnar heim kvámu. Hann svarar, vel leist vandræðitt og mikil mannlega, en þó hefi ég eigi dýrð til að sækja þangað, margir menn eru fyrir og aldrei örvænt hvar óvinnum mætir. Glúmur svarar, þú ert blauthugaður, en að þú skýrir að ég vil þér hjálpar veita, þá kom þú í Mjaðmárdal að ákveðinu stundu til selja minna, því að þar mun eigi fjölmenni fyrir. Hann svarar, þann kost hefur þú boðið, mér líkar skiljast þeir nú, fer Glúmur til þings, en Ásbjörn fer til Skútu og segir honum hvar komið Skúta segir, vel hefur þú leist þitt erindi og ver nú með mér. En allt líður þessum tíma, þá býst Skúta heiman og þeir Arnór með 30 manna, þeir ríða nú norðan og koma vestur yfir Vöðlaheiði og á Hjallatann heitir Rauðahjalli. Þar stíga þeir að baki, þá mælti Skúta til Arnórs, nú munu þér eiga hér dvöl hríð, en ég mun ríða inn með hlíðum og vita ef nökkurt verður til fengjar. Langt hefur nú verið síðan mér höfum hitt menn úr héruðum. Hann ríður með vapnum sínum og sér hann reið í dalinn að maður ríður neðan eftir dalnum upp frá Þverá, mikil í kápugræni, og kennir hann þar Glúm. Þar stígur Skúta af hestinum. Hann hafði vesl yfir sér tvískipt svart og hvít. Hann lét hestin í rjóður eitt og gengur síðan upp til selsins, og var Glúmur þá kominn í selið. Það var þann dag þeir skildi finnast Glúmur og sendimaður Skútu. Skúta hafði flugu í hendi og hjálm á höfði. Þar segja menn eigi einveg frá. Sumir segja sá sem hér sagt að það væri öx og héti fluga, en hvort sem heldur var, þá hafði Skúta það vápn jafnan í hendi og var nú þetta sinn. Nú gengur Skúta að selsdurunum og laust á vegginn og víkur síðan hjá selinu aftur. Glúmur gekk þá út og hafði ekki í hendinni og sér nú eigi mannin. Hann snýr þá hjá selinu og kom í hug að maðurinn var ódjarfur, að hann myndi eigi traust til bera að ganga að selsdurunum. Nú víkur Skúta milli hans og durana, og Glímur sér það og kennir mannin, þá hopar hann undan, en árgljúfur váru nær selinu. Skúta býður hann bíða. Glúmur segir að það myndi mælt að eigi væri fjarri, hvár þeirra betur væri vígur, ef þeir eru jafnt búnir til, en eigi vil ekki ganga á váttin, og hopar hann að gljúfrinu, en Skúta sækir nú að honum. Og Glúmur kom að fram, þá steypðist hann ofan fyrir gljúfrin, en Skúta leitar þar ofan, ganga mátti, og sér í gljúfrinu hvar kápunar rak ofan. Hann hleypur að og leggur til kápunar. Þá heyrir hann að mælt yfir honum uppi. Það lítil fremd, segir sá, að spilla klæðum manna. Skúta leit upp og kennir þar Glúm. Hafði hann vitað raunar að þar var tó undir hann fór ofan, og réð hann því til að hann sá eigi færi að bíða. Þá mælti Skúta, á það áttu að minnast Glúmur, að nú hefur þú runnið og beðið eigi Skútu. Satt það, segir Glúmur, en vilja mynda ég að þú rinnir eigi skemmra áður en sól settist í kveld. Þá hvað Glúmur þetta, hals eiris met ég hverjan hrísrun fyrr á sunnan, vel hafa víðir skógar bargi oft of borgið. Þar skilur með þeim, fer Glúmur heim og safnar liði og segir hvert vélræði var fyrir hann sett af óvinna hendi, og lést og vilja að það mætti brátt gjaldast. Hann fær á lítilli stundu 60 manna og ríða síðan upp í dalinn. Skúta gekk til hestsins og reið með hlíðinni, og gat nú að sjá hvar fjöldi manna reið, og veit að það má honum eigi endast ef þeir fá staðið hann. Leitar nú ráðs, brýtur af skaftinu spjótið og hefur fyrir staf, tekur af hestinum söðulinn en snýr veslinu og reið nú að sauðum og hóar fast á féð.
Nú koma þeir eftir honum förunautar Glúms og spyrja ef hann hefði séð mannökkurinn skörulegan og með vátnum ríða fram leitið. Skúta kvaðst víst séð hafa manninn ríða fram yfir leitið, hann kvaðst sjá að maðurinn fór hvatlega og dróð þá í sundur, leitið bar í milli þeirra, þeir spyrja hvað hann hét. Skúta segir, ég heiti Margur að Mývatni en fár í Fiskilækjarhverfi. Þeir sögðu, af skætingu viltu svara oss og spotti. Skúta segir, ég kann aldrei sannara að segja og þá skilur með þeim. Það sagt að Skúta tekur nú vátt sín og reið hvatlega til sinna manna, en hinn finna Glúm og segja honum að þeir fundu þann mann þeim svaraði með spotti og kvaðst heita Margur í Mývatnshverfi en fár í Fiskilækjarhverfi. Glúmur segir, nú hefur yfir orðið ráðfátt nokkuð, þar hafið þér hitt Skútu eða hvað mátti hann sannara segja því að í Mývatnshverfi hver Skúti við annan en í Fiskilækjarhverfi hittir hvergi Skúta. Og hefur nú nær lagt með oss og eftir skulum við enn ríða og koma nú að hjallinum og þeir Skúta þar fyrir en þar var einstíu upp að ganga og þar betra að verja með 30 manna en sækja að með 60. Þá mælti Skúta, sá nú Glúmur að þú hefur kost til gefið að sækja eftir mér, má nú vera að þú þykist þín eiga í að hefna fyrir undanhaldið, því að allknálega héltu undan og bart gott áræði til að hlaupa í gilið. Glúmur segir, satt það að mér leist það ráð, en kunnir þú og hræddur að verða, þá þú lést vera sauðamaður Eyfirðinga og leyndir vopnum þínum og ætla ekki að eigi reynir þú skemmri leið. Skúta segir, hversu sem hér til hefur verið, þá sæk nú að með hálfu fleira lið en vér munum hér bíða og eltast eigi lengra. Glúmur segir, ég ætla að vér munum nú skilja að sinni, verður nú virt sem má í hvern stað. Nú ríður Glúmur heim til Þverár með sínum mönnum og ekki bjó hann þetta mál til. Skúta kvaðst ætla að eigi myndi honum auðið verða að koma Glúmi fyrir og sagði að það myndi undan bera að hann yrði honum að skaða og fer hann nú heim með sínum mönnum. Tuttugasta og sjöundi hluti. Nú það fyrst að segja að Þorbergur höggvinkynni gerir heiman ferð sína til fundar við þann mann Arnór hét. Hann var að og smíðaði skot skála Skútu og gaf honum 500 silfurs til að hann skildi leyna þeim mönnum þar í skotinu. Hjá sér annar hét Jángeir en annar Eyjólfur. Þeir voru sekir menn og hafði Þorbergur þá sent til að vinna á Skútu og nú var þetta kaup þeirra Arnórs og Þorbergs. Eigi var Skúta heima þá Þorbergur hafði þar komið. Hann kemur nú heim og var honum vel fagnat sem líklegt var. Gengur Skúta nú til og lítur á smíðina Arnórs og hefur hann nú ekki vopna í hendi. Arnór telði þá með knífi en tálgöxin lá þar hjá honum. Nú hleypur ofan þilið og mennirnir fram, þykist Skúta nú sjá bragð þeirra. Varð honum nú það fyrir að hann þreif upp tálgöxina og hjó hann Arnór banahögg og hvað hann ekki oftar sig svíkja skulu og nú kallar Skúta á sína menn og segir þeim hvert vélræði var fyrir hann sett, en húskarlar hans hlupu til og drápu flugmennina, en Skúta hefur silfrið, það Arnór hafði haft af Þorbergi höggvinkinnan. Þetta mál var tilbúið á hönd Þorbergi til Eyjarþings og var þar sætst á málið. Skal Þorbergur gjalda fyrir fjörráðið 500 silfurs, en Þorbergur skal fara á brott þaðan úr sveitinni og til Lundarbrekku í Bárðardal og þótti þá líklega til að afmyndi taka óþokkan milli þeirra ef þeir sætist eigi svo nær sem áður hafði verið og færir Þorbergur þegar búsið. 28. hluti. Maður nefndur Augisl. Hann var frændi Þorbergs höggvinkynna og hinn mesti ónýtjungur þótti hann vera. Hann kemur einhverju sinni á fund Þorbergs frænda síns og skorar á hann til nökkura tillaga við svik, en Þorbergur hvað hann eigi verð til fallin að afla sér fjár en sig, ef hann hefði þrifnað til, en fá kveðst hann mundu til útanferðar honum ef hann vægi Skútu, en Augisl kveðst litlu verra eiga að launa Skútu en honum, en kveðst þó nær mundu honum leggja ef hann vildi.
Og nú setti hann sjálfur þau ráð til að hann mun brjóta fatakistu Þórbergs og taka á brott feld hans og kyrtil og sverð, en ganga síðan fyrir hann og heitast við hann sjálfan og taka meira ef hann vildi eigi þetta gefa honum, en fara síðan til skútu og biðja hann ásjó, og sagði hann eigi gruna mundu ef hann færi þann veg með. Þórbergur kvaðst þetta þykja féfrekt, en kveður þó líklegt að Svá myndi ganga, og vil hann fyrir því þennan kost. Svá fer Augisl með sínu máli sem áður var frá sagt og kemur á fund skútu og beitti hann viðtöku og ásjá. Spurt hafði skúta að sönn var saga hans og tók hann við honum. Svá sagt að skúta hafði látið gera sér lokrekkju, en þar varð Svá búið að Ketil var upp yfir rekkjuna og reist upp haddan yfir katlinum, og váru þar á festir hringar til þess að eigi mætti Svá að koma rekkjunni, að skúta yrði ekki var við. Var að því haddan upp reist að hann vaknaði við ef hún felli, og jarðhús átti hann undir rúmi sínu og annan jarðhúsmunna í sauðahúsum sínum. Ekki vissu þetta fleiri menn en skúta og fóstra hans, Sigríður hét, að þann veg var búið, og Svá unni hann henni mikill að hann trúði henni einni að vita með sér slíka hluti. En Augisl hafði þar verið hálfan mánuð, þá var það eina nótt að skúta gekk úr rúmi sínu og læsir hlemmin hann kemur aftur til rúmsins og leggst nú niður. Síðan réð Augisl til hann var sofnaður og sté í rekkjugólfið, og þegar hljóp niður gólfið undir honum. Þá féll haddan á katlinum því að hann hafði komið við festina. Og nú vaknar skúta í því bili við þetta allt saman, og nú leggur hann á skútu miðjan. En skúta bregður upp fætinum og lagði hann í fótinn á honum. Nú hljóp skúta þegar upp og veitti honum banasár, en tekur til sín gripina þá Þórbergur hafði átt. Og eftir það leitar hann við Þórberg ef þetta væri nökkurt af hans ráðum, en hann kvað það fjarri fara og hvað Augisl hafa stólið frá sér gripunum, en barið á honum og á Svá gert ofan. Nú bjó skúta þetta mál ekki til og fell þetta þar niður. 29. hluti. Einhverju sinni kemur Þórbergur á fund Þorgeirs goða og sagði að honum þótti eigi vel veita við skútu, þóttist fá mikill manntjón af honum, en fengið engar bæturnar, og biður nú Þorgeir eiga hlut í sinn sakar að skúta yrði af ráðin. Hann kvaðst illa hug segja, en játar þó að vita hversu til vil takast sinn. Árið að Várþingi safnar Þorgeir að sér mönnum og fór upp í Reykjadal á laun og hafði 200 manna til lauga og ætlaði að sitja þar fyrir skútu hann riði til Eyjarþings. Skúta hafði 60 manna og vissi hann enga ván til ferða Þorgeirs. Nú sér skúta hrossafjörða mikinn og þóttist eigi vita hverju gegna myndi, bað nú Arnór úr Reykjahlíð vera fyrir liðinu, en hann vil ríða til hús að Reykjum. Nú fer hann til bæjarins saman og síðan að hrossum þeirra Þorgeirs, og hittir hann mann þar af liði Þorgeirs gætti hrossanna. Sjá maður sagði allt hverju gengdi farar Þorgeirs og spurði ef hann vissi nökkurt til skútu, en hann hvað það fjarri fara. Nú spurði skúta hverjir þar sæti í brekkunni stund frá þeim. En maðurinn hvað hann heita Vestmann fyrir þeim var og í litklæðum var, en hinir 2 mennirnir fengnir til fylgdar við hann, og skulu þeir, segir hann, gæta ferðir skútu því að Þorgeir vil finna hann. Nú skiljast þeir og greið skúta hjá þeim Vestmanni, hann var í kufli, og nú fleygir skúta til Vestmanns spjóti, og hvað hann mega nú sjá þann mannin sem hann hafði áður að leitað, en spjótið kom á Vestmann miðjan og fekk hann þegar bana. Skúta hleypði nú á brott og til sína manna, en hinir fóru á fund Þorgeirs og segja honum til svo búins. Nú Þórbergur mjög að ríða eftir skútu, en Þorgeir vil það eigi og hvaðst eigi mundu oftar til leita við skútu. Þetta mála nú borið til Eyjarþings og sættust þeir þar á þinginu, guldu þeir Þórbergur og Einar 100 silfurs fyrir víg Vestmanns, og þá lét Þorgeir það til að sitja aldrei síðan líf skútu, ef hann næði bótunum. Nú fara þeir heim af þinginu og váru nú sáttir, emdi Þorgeir það og vel að hann setti aldrei fjörðátt fyrir skútu.
30. hluti. Sá er sagt að þeir komu að máli við Þórodд goða Eyvindarson frænda sinn, synir Þóris Flatnefs. Hét annar þeirra Þórður Illugi en annar Björn. Þeir báðu hann ráðagerðar til að drepa skútu Ásgeirsson, því að hann hafði drepið föður þeirra og bróður. Hann, Þóroddur, vil nú þreifa þá og þóttist sá Gerð vita hvar þeir váru, og þóttu honum Þórður Illugi ólíklegur til henda, og bað þá koma aftur til sín önnur misseri. Í það mund sagðist þá mundu Gerð vita híbýli vígaskútu, og sagðist þá heldur Gerð mega vita hverja meðferð hafa skildi. Brottfara þeir að sinni bræður og ætla að vísu að koma á hans fund á nefndri stundu, ef nokkurn mætti þeir rekast réttir sinnar svívirðingar. Nú kemur Þóroddur að máli við þann mann er Þorgrímur hét. Hann var Óttarsson Þorgrímssonar og systrungur Þórodds að frændsemi. Nú segir hann Þorgrími að hann var heitbundinn í við þá bræður, frændur sína og sonur Þóris Flatnefs, að kunna að segja þeim nokkuð af híbýlum vígaskútu að Mývatni og ráðið þeim ráð til hefnda eftir föður sinn og frændur. En mér er þaðan ókunnugt, segir hann, að svá búnu. Nú trúi ég þér best að fara með mínum erindum norður þangað, en það skal vera með því móti og tilstili að ég vil, segir Þóroddur, að þú látir þig áskilja við einhvern húskarl minn og vinna á honum. Síðan skaltu hlaupast á brott og til skútu og biðja hann ásjá, og skaltu fíflast á Sigríði fóstru hans og gefa henni mark, en tala aldrei skútu við hana, og far til þings að sumri til fundar við mig. Þorgrímur mælti mjög í móti, en fór þó með öllu sem Þóroddur mælti fyrir, vinnur nú á húskarlinum og hleypur á brott síðan og norður á fund skútu og bað hann viðtöku. En skúta sagði að honum þótti kynlegt að hann fór norður þangað, sagði sér vera margt torsóttlegt sagt frá Þóroddi og tók þó við honum, og var hann þar vel haldinn. Hann tekur sér brátt af að skipta við Sigríði fóstru skútu og gat ástir hennar, því að skúta bannaði það ekki, en þó grunaði hann Þorgrím var hann þar vetrin. Og sumarið eftir vil hann fara til þings að hitta Þórodd goða. Nú fer hann og segir Þóroddi til þessa, það hann mátti af vita háttu skútu, og þótti Þóroddi ekki færi að svá búnu. Illt þótti Þorgrími að starfa í þessu, því að skúta var vel til hans. Þóroddur réð þeim Þórði Illuga og Birni að fara til Ölvis hins baka, og gloppa ganga þeir Illugi og Björn í jarðhúsið með ljósi, en Ölvir var hjá jarðhúsmunanum. Þeir ganga nú eftir jarðhúsinu og koma að þar sem festina var búið, og nú skáru þeir festina og létu síga hólega niður hödduna. Nú lúka þeir upp jarðhúsmunanum, og þá kom kaldur blær á skútu úr jarðhúsinu, og vaknar hann við og stóð nú upp. Og í því bili lagði Illugi spjóti á skútu, en skúta hjó yfir höfuð Illuga og í höfuð Birni, og mælti í því að eigi hefði allir haldin orðir verið. Og nú var hann þó því sári særður hann leiti til bana. Illugi bar nú Björn bróður sinn á brott af jarðhúsinu, og var hann mjög sár. Fer hann nú síðan á brott, og þeir Ölvir allir saman, og andaðist Björn bráðlega af því sári sem skúta hafði veitt honum. Þorgrímur bauð nú Sigríði með sér að fara, en hún ásakaði hann mjög þetta, og hvað þá skútu hafa ójafnt við haft, hann trúði þér vel, en þú hefur nú svikið hann. Og þó fer hún nú brott með honum á þeirri nátt og giftist honum síðan. Nú er það sagt að mál var tilbúið víg skútu, og varð Þórður Illugi sekur vígitt skútu, og skal hann vera utan 3 vetr. En þeir halda upp bótum fyrir ráðin og tilföruna vígs skútu, Þóroddur goði og Ölverinn spaki, sonur Þorbergs höggunkynna, og váru nú sáttir að kalla. Þótti mörgum mönnum það eigi fyrr hafa að hendi borið, en líklegt var málið skútu að hann væri af ráðin. En þó það eina satt af honum að segja að hann var vitur maður og mesti fulhugi, og margir gengu ekki betur en til jafns við hann,
þótt miklir þættist fyrir sér vera, en eigi þótti hann öllum jafnaðarmaður vera, höfum vér nú hér lok þessarar frásagnar.